Í dag langar mig að tala hvað felst í því að vera ný sköpun í Kristi. Það segir það í síðara Korinthubréfi 5:17. Ef einhver í Kristi hann skapaður á ný og hið gamla var það engu, sjá nýtt orðið til. Svo hvað að vera ný sköpun og hvernig getum við verið í Kristi? Og hvernig þetta gamla sem verður að engu? Hvað þetta nýja sem verður til? Og svona þurfum við að spyrja spurninga þegar við lesum Biblíuna og velta þessu fyrir okkur og spyrja spurninga eins og hvað, hver, hvernig og hvers vegna og þess áttar. En það eitt sem ég tók eftir þegar ég var að skoða þetta vers. Þegar ég las það líka á ensku og í mörgum mismunandi þýðingum á ensku og það sem ég sá að það eitt orð sem vantar í íslensku þýðinguna. Og það vantar bæði í útgáfuna sem frá því árið 1981 og líka í þessa nýju frá þessa 21. aldar þýðingu á íslensku biblíunni. Nú þetta orð þá að vera fremst í þessu versi á undan ef. Og hvað þetta orð? Það þetta gríska orð númer 5620 sem á að vera fremst í þessu versi og sem þýðir á íslensku þess vegna. Nú hvers vegna þess vegna mikilvægt? Og hvað þýðingu hefur það þegar þú byrjar setningu á orðunum þess vegna? Þú ert að segja vegna þess sem á undan hefur verið sagt að það þess vegna að ef við erum í Kristi þá er hann skapaður á ný. Nú það mikilvægt að við skoðum hvers vegna það Sérðu hvernig það að þetta skuli vanta í setninguna að þá getum við mist af ástæðunni hvers vegna við erum ný sköpun í Kristi. Þannig að þetta á að hljóma svona. Þess vegna, ef einhver í Kristi hann skapaður á ný, hið gamla var það engu og sjá nýtt orðið til. Nú við þurfum að skoða hvað ritað ofar í kaflanum til að átta okkur á því hvers vegna þessu svona farið. Og þá ekki síst hvað felst í því að vera í Kristi, þannig að við getum verið ný sköpun. Nú augljóslega samkvæmt þessu versi, að ef þú vilt vera ný sköpun, þá þarftu að vera í Kristi. Þannig að við þurfum að komast að því hvað felst í því að vera í Kristi til að við getum verið ný sköpun. Og það sem hann byrjar versið á þess vegna, og þá getum við búist við því að finna útskýringu á þessu í því sem hann að segja ofar í kaflanum. Þannig að við skulum skoða það, hvað hann hefur að segja þetta. Við skulum fara efst í kaflan, fyrsta vers. Kaflinn hefst á þessum orðum. Við vitum að þótt vor jarneska tjaldbúð verði rifið niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi með höndum gjört. Nú þetta mjög kunnulegt orðalag, allavega fyrir þá sem að hafa skoðað musterisþjónustu Ísraelsmanna, að tjaldbúð, að þegar Ísrael var í eyðimörkinni, þá fór musterisþjónustan fram í tjaldbúð, sem þeir gátu tekið niður og ferðast með á leiðsinni til fyrirheyrnarlandsins. Og hann að vísa til þessara tjaldbúðar, en heimfærir hana yfir okkar eigin líkama. Okkar jarneska tjaldbúð þessi líkami sem við höfum nú, en sem verður rifinn niður. Og eftir það upprisan og þá háum við ekki tjaldbúð heldur hús á himnum. Og munið að Kristur sagði að hann færi að búa okkur stað. Hann ekki að búa okkur tjaldbúð heldur hús. En svo heldur hann áfram og segir, á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi voru frá himnum og þegar við íklæðumst því munið við ekki standa upp í naktir. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mæddir af því að við viljum ekki áklæðast, heldur íklæðast, til þess að hið dauðlega uppsvelgist af lífinu. Við andvörpum því að dvölin í þessu jarneska, synduga líkama ekki þægileg. Og við sjáum og upplifum afleiðingar syndarinnar á þessari tjaldbúð sem við búum í. Og ekki bara það, við sjáum það allt í kringum okkur, hvernig allur þessi heimur andvarpar vegna syndarinnar. Og við sjáum hvernig allt í kringum okkur hrörnar, alveg eins og þessi tjaldbúð sem við búum í. Hún á enga framtíð fyrir sér.
að þannig er með allt í kringum okkur. Það á enga framtíð. Og öllu verður að lokum eitt í brennandi eldi eða þegar syndin sem ríkir hér hefur endalega sýnt öllum alheiminum hverjar afleiðingar syndarinnar eru. Það er í raun tilgangurinn með því að leyfa syndinni að viðgangast svona lengi. Við erum í raun eins og Páll segir í bréfinu á undan, fyrra Korinthubréfi 4:9. Mér virðist Guð hafa sett oss postula sína síst allra eins og dauða dæmda á leiksviði frammi fyrir öllum heiminum, bæði englum og mönnum. Og þessi heimur syndar er leiksvið. Og hverjir eru áhorfendurnir? Það er allur heimurinn. Bæði englar og menn geta með því að horfa á afleiðinga syndarinnar hér, hvað það leiðir af sér, að þegar synd og aðskilnaður frá Guði fær að viðgangast, hvað það þýðir. Og það sem gerst hefur hér verður eins og bólusetning fyrir allar veraldir. Bólusetning sem ekki þarf að endurtaka því að hún mun endast alla eilífð og þannig mun synd aldrei taka sig upp aftur og við verðum hólpin og munum alla eilífð bera þess vitni hvað það þýðir að lifa í synd. En taki eftir því að hann segir þarna að við viljum ekki afklæðast. Við viljum vissulega íklæðast, en við viljum ekki afklæðast. Hann er að segja að til þess að íklæðast, þá þurfum við fyrst að afklæðast. Og við getum sem sagt ekki íklæðst þessu nýja húsi utan yfir þessa gömlu tjaldbúð sem við búum í. Við þurfum fyrst að afklæðast. Og augljóslega afklæðumst við þessari tjaldbúð í dauðanum og okkur langar ekki að deyja, augljóslega, en það er óhjákvæmilegt því að allir þurfa að deyja og afklæðast þessari tjaldbúð. En hann er ekki aðeins að tala um það, því að í fyrra bréfi sínu til Korinthumanna segir Páll líka í 4. kafla, versi 10 og 11. Jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesú til þess að einnig líf Jesú verði opinbert í líkama vorum, því að við sem lifum erum jafnan framseldir til dauða vegna Jesú, til þess að líf Jesú verði opinbert í dauðlegu holdi voru. Og það sem hann er að segja hér er að jafnvel núna á meðan við lifum í þessari tjaldbúð sem á enga framtíð, þá berum við á þessum dauðlega líkama dauða Jesú. Hvers vegna? Til þess að líf Jesú verði opinbert eða verði að raunveruleika jafnvel nú á meðan við lifum í þessari tjaldbúð. Og hann segir að það er til þess að líf Jesú verði opinbert eða verði að raunveruleika jafnvel nú í þessu dauðlega holdi sem við búum í. Og hvernig getum við vitað að líf Jesú sé opinbert í okkur? Nú, hvað einkenndi líf Jesú? Það var algjör undirgefni undir vilja föðurins sem er á himnum. Og Kristus sagði að einungis þeir sem gera það sama, það er að gera vilja föðurins sem er á himnum, mun að ganga inn í himnaríki. Og hann segir líka að sá sem gerir vilja föðurins sem er á himnum, að hann er bróðir hans, systir og móðir. Og hvernig er það mögulegt? Hann heldur áfram í 5. versi og útskýrir hvernig það er mögulegt. En sá sem hefur gjört oss fært einmitt til þessa er Guð, sem hefur gefið oss anda sinn sem pant. Þannig að Guð, hann hefur gert það mögulegt fyrir anda sinn. Nú þetta er eins og það er í útgáfu biblíunar frá því 1981. En þetta er eitt af þeim versum sem er betur þýtt í 21. aldar útgáfunni, að mínu mati. Það er nú ekki alltaf þannig, en í þessu tilfelli er það þannig. Því að margir í dag, sérstaklega yngri kynslóðin, vita ekki hvað pantur er. Pantur er eins og veð eða trygging. Og Guð hefur gefið okkur andan sem veð eða tryggingu. Og í 21. aldarútgáfunni er þetta þýtt svona, en það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært
og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Heilagur andi trygging okkar fyrir því að við getum öðlast þetta. Enda segir Páll í Efesusbréfinu 4:30, hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausnar dagsins. Að það hættulegt að hryggja heilagan anda því við getum mist pantinn eða trygginguna. Og hvernig hryggjum við heilagan anda? Með því að þverskallast, láta sér ekki segjast, afneita því sem hann vil kenna okkur og leiðbeina okkur. Og svo heldur hann áfram í 7. versi og segir, við erum því ávallt hughraustir þótt við vitum að meðan við eigum heima í líkamannum erum við að heiman frá drottni. Og við gerum okkur grein fyrir ástandinu sem við búum við, en erum samt hughraust. Við erum í þessari tjaldbúð, en erum samt vongóð. Og hvers vegna það? Vegna þess að, eins og hann segir í versi 7, því að við lifum í trú en sjáum ekki. Við erum á þessu leiksviði og sjáum ekki út fyrir tjaldið. En fyrir trú getum við séð og vitað að betri bústaður bíður okkar. Þetta það sem felst í því að vera í Kristi eins og við lásum í versinu í upphafi. Og þess vegna ef einhver í Kristi, þetta það sem felst í því að íklæðast Kristi. Við erum þannig ný sköpun. Og það gamla verður að engu og jafnvel nú á meðan við lifum í þessari tjaldbúð. Að þá nýtt orðið til og við erum ný sköpun. Og síðan heldur hann áfram í 8. versi og segir, já, við erum hughraustir og langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamannum og vera heima hjá drottni. Og þessi hugsun kemur oftar fyrir hjá Páli. Hann segir til dæmis í Filippibréfinu 1:23 að ég á úr tvennu vöndu að ráða. Mér langar til að fara héðan og vera með Kristi því að það væri miklu betra. En yðar vegna það nauðsynlegt að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Það væri betra að hverfa strax úr þessari tjaldbúð. En við höfum verk að vinna hér á meðan við erum hér. Við erum á þessu leiksviði og sýningin þarf að halda áfram. Og það ekki bara okkar vegna. Þetta leiksvið til staðar til að sýna öllum alheiminum að Guð réttlátur og miskunnsamur, en óvinurinn ranglátur og grimmur. Og það Guð sem ákærður. Óvinurinn, hann ásakar Guð óréttlæti og harðstjórn, en þetta leiksvið til að sýna fram á hið gagnstæða. Og við þurfum því að búa við þetta ástand þar til sýningunni lýkur. Og eitt og sérhvert okkar þáttakendur í þessari sýningu. Og síðan segir hann í versi 9, þess vegna kostum við kappsum hvort sem við erum heima eða heiman, að vera honum þóknanlegir, því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krist til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamannum, hvort sem það gott eða illt. Þannig að þó svo við þurfum að líða illt á meðan við dveljum í þessari tjaldbúð, þá það ekki til einskis. Tilgangurinn að sýna og sanna fyrir alheiminum að Guð þrátt fyrir allt réttlátur og góður Guð og að okkur verður umbunað ef við erum með honum í liði. Og þá langar mér að hoppa yfir í vers 15, en þar segir, því að við höfum ályktað svo, ef einn dáinn fyrir alla, þá eru þeir allir dánir. Og hann dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifi ekki fram að sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá dáinn og upprisinn. Þannig að sjáu þið þetta, Kristur dáinn, hann dó fyrir alla, þannig að þó að við lifum, þá erum við dáinn í þeim skilningi að við lifum ekki lengur okkur sjálfum, heldur lifum við í Kristi sem upprisinn. Við erum þegar upprisinn til nýs lífs í Kristi fyrir hans upprisu. Og þetta vers útskýrir ástæðu þess að okkur ber að lifa réttlátu lífi. Við lifum ekki lengur fyrir okkur sjálf,
Við lifum ekki til að safna auði eða komast til metorða. Þetta er líf sjálfsafneitunar og að keppast eftir því sem gott er. Tilgangurinn með dauða lausnarans er að tryggja þessa niðurstöðu. Hann sem dó fyrir alla, við helgum okkur honum og leitumst til þess á allan hátt að efla dýrð hans, ekki okkar eigin. Við lifum vegna dauða Krists á krossinu. Syndarar á hinn bóginn eru dauðir í syndum, en hinn kristni lifir fyrir nærveru Guðs. Það er athyglisvert að Páll gerir hér greinamun á þeim sem Kristur dó fyrir annars vegar og svo þeim sem raunverulega lifa og sýnir þannig fram á það að það gætu verið margir sem hann dó fyrir sem lifa ekki Guði eða njóta ekki hjálpræðis af dauða hans. Friðþægingin var fyrir alla en aðeins hluti er í raun lifnaður við í Kristi. Og fjöldinn hafnar því að hann dó fyrir alla og að hann hafi smakkað dauðan fyrir hvern mann, að hann hafi ekki aðeins dáið fyrir hina útvöldu, heldur fyrir alla aðra. Að kærleikur hans var svo mikill að hann faðmaði alla menn í dauða sínum og það er ástæða þess að þeir sem eru lífgaðir í Guði ættu að helga sig alfarið þjónustu hans. Sú staðreynd að hann dó fyrir alla sýndi svo ótakmarkaðan og óendanlegan kærleika að það ætti að fá okkur sem raunverulega njótum góðs af dauða hans og sem við höfum tileinkað okkur líf hans til að helga allt sem við höfum í hans þjónustu. Og þess vegna leitum við ekki okkar eigin hagsmuna lengur eins og þeir sem lifa í synd. Heldur ættum við að gera það að stórum tilgangi lífs okkar að efla heiður hans og efla málstað hans. Þetta er mikilvæg meginregla í trú okkar og það er afar mikilvægt að vita hvað felst í því að lifa aðeins fyrir okkur sjálf og hvort við erum enn á þeim stað í lífinu eða hvort við höfum náð að tileinka okkur þetta nýja líf sem felst í því að helga sig Guði. Við lifum aðeins fyrir okkur sjálf þegar við erum að leitast eftir okkar eigin ávinningi eða til að efla okkar eigið orðspor. Þegar það er ráðandi meginregla í lífi okkar og þegar við virðum að vettugi réttindi annara til að tryggja okkar eigin framgang. Þegar við snúum daufum eyrum við ákalli annara og höfum engan tíma til að gefa til að þjóna öðrum og ekkert til að leggja fram til að létta þarfir annara og sinnum ekki því að deila með öðrum fagnaðarerindinu það líf sem okkur sjálfum hefur hlotnast. Þetta og einnig við þegar við hugsum aðeins það að upphefja þá sem standa okkur næst, því það er líka að hefja upp okkur sjálf. Þegar við leitum aðeins eigin hjálpræðis, aðeins af eigingirni, en ekki af löngun til að heiðra Guð. Og fjöldi fólks er eigingjarnt jafnvel varðandi sína eigin trú. Og megin tilgangurinn sem þeir hafa í huga er að efla eigin hlut en ekki heiður meistarans sem þeir segjast þjóna. Þeir leita og játa trú aðeins vegna þess að þeir þrá að flýja frá reiði og öðlast hamingju himinsins og ekki vegna kærleika til lausnarans eða einhverja löngunar til að heiðra hann. Eða þeir leitast við að byggja upp hagsmuni eigin kirkju og allur eldmóðu þeirra er varin í sjálfan sig án þess að nokkur raunverulega löngun sé til að heiðra frelsaran. Eða þó að þeir séu í kirkjunni eru þeir enn eigingjarnir, þeir lifa fyrir ávinning, fyrir mannorð, þeir iðka enga sjálfsafneitun. Þeir hafa enga viðleitni til að efla málstað Guðs, frelsarans. Að lifa fyrir Krist er andstæða eigingirninnar. Það er að leita heiðurs hans, að finna að við tilheyrum honum, að allar okkur tími og hæfileikar, allt strit okkar, vitsmunarlegar og líkamlegar, allir kostir, kunnátta okkar og erfiðis, allt tilheyrir honum og ætti að vera varið til þjónustu hans. Ef við höfum hæfileika til að hafa áhrif á aðra,
ættum við að nota þá til að heiðra frelsarann. Og ef við höfum kunnáttu eða kraft til að afla tekna, ættum við að finna það allt tilheyra honum og ættum að vera tilbúin að láta þjónustu hans njóta góðs af því. Ef við eigum eignir ættum við að finnast að þær séu hans og hann eigi tilkall til þeirra allra og að þær eigi að helgast af hans málstað. Þá erum við aftur komin að þessu versi. Þess vegna, ef einhver í Kristi hann skapaður á ný. Hið gamla var það engu sjá nýtt orðið til. Þess vegna þess að við höfum gefist Kristi eins og hann var búinn að lýsa í versunum og undan. Að þegar við erum í Kristi, þá erum við ný sköpun, hið gamla horfið. Þá fyrst höfum við líf í fullri gnægð. Þetta minnir mig á texta sem ég hef vitnað í áður sem í bókinni Þrá aldanna á blaðsíðu 10, en það segir: ekkert nema hið eigingjarna mannshjarta lifir sjálfu sér. Sér hver fugl sem klífur loftið, sér hver dýr sem gengur jörðina hlynnir að einhverju öðru lífi. Sér hvert laufblað í skóginum og sér hvert lítið strá hefur verk að vinna. Sér hvert tré, runni og laufblað geislar frá sér því lífsmagni sem hverju manni og hverju dýri nauðsynlegt til að halda lífi og á móti þjóna menn og dýr lífi í trjám, runnum og laufum. Ilmur og fegurð blómanna heiminum blessun. Sólin úthellir birtu sinni til að gleðja 1000 veraldir. Hafið sem sjálft upp af allra linda okkar og vatnsbóla, tekur við fljótum allra landa, en það tekur við til að gefa. Rakinn sem stígur upp af því fellur sem úrkoma til að vökva á jörðina, svo að hún frjókist og beri ávöxt. Hugsið ykkur ef allir lifðu samkvæmt þessari meginreglu. Væri lífið ekki auðveldara ef allir hugsuðu svona? Við höldum að ef við fórnum okkur sjálfum á þennan hátt, þá séum við að missa af einhverju. En hugsið málið, að þegar allir hugsa bara sjálfan sig, hversu margir hugsa þá þinn hag? Það þá aðeins ein persóna sem hugsar þig, þú sjálfur. En þegar allir lifa til að þjóna öðrum, hversu margir hugsa þá þinn hag? Þá hugsa allir þinn hag. Það er þá ekki bara þú einn. Og hvort betra? Vissulega það miklu betra fyrir alla þegar allir hugsa fyrst og fremst hag annara. Því þá græða allir. Og núna langar mig að hoppa yfir í 7. kafla, 1. versið þar sem segir: Þar er vér því höfum þessi fyrirheit, elskaðir, þá hreinsum oss af allri sörgun á líkam og sál og fullkomnum helgun vora í Guðsóta. Þar er vér því höfum þessi fyrirheit. Hvaða fyrirheit það? Þessi fyrirheit að ef við erum í Kristi, eins og hann búinn að vera að lýsa í bréfinu, þá erum við nýsköpun. Og hvað eigum við þá að gera? Hann segir þarna, þá hreinsum oss af allri sörgun. Og við eigum að fullkomna helgun okkar. Og eins og við lásum áðan, þá það Guð sem gerur okkur hæf til þess fyrir heilagan anda. Nú það svo vinsælt í dag að predika að við þurfum ekki að gera neitt annað en að trúa. En við þurfum hins vegar að sækjast eftir því að vera ný sköpun, knýja á, keppa að þessu markmiði. Og Páll líkir þessu líkir því við það að keppa í íþróttum. Sjá hvað Páll segir í 1. Korinthubréfi 9. kafla. Ég gjöri allt vegna fagnaðar erindisins til þess að ég fái hlutdeild með því. Vitið þér ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir en einn fær sigurlaunin. Hlaupið þannig að þeir hljóti þau. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum neita sér allt. Og þeir sem keppa gjöra það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig.
en mér óforgengilega. Þess vegna hleypi ég ekki stefnulaust. Ég berst eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ég leik líka með minn hart og gjöra hana þræli mínum til þess að ég sem hef predikað fyrir öðrum skuli ekki sjálfur verða gjörður rækur. Þetta hljómar ekki eins og við þurfum ekki að gera neitt sjálf. Þetta hljómar meira eins og við þurfum að sýna einhverja viðleitni sjálf til að verða betri manneskjur, til að verða ný sköpun. En við höfum hjálp Heilags Anda. Margir sækja kirkju og halda að þeir verði bara færðir í skikkju réttlætis Krists án þess að sýna neina viðleitni sjálfir til að bæta sig. Nú við Kjartan, við erum búin að vera að fara yfir þessa bók, 12 sporin, andlegt ferðalag. Þetta er vinnubók þar sem að farið er í 12 spora kerfi AA-samtakana. En þessi vinnubók tengir þetta mjög vel Biblíunni og það er vísað í ritningavers til að styðja við það sem er verið að kenna í þessari bók og örugglega margir hér inni sem að kannast við 12 spora kerfið. Og það sem kom upp í huga minn við þessa yfirferð er að þetta er eins konar heildarpakki eða uppskrift af því að verða betri persóna. Og ég fór að hugsa, þetta er nákvæmlega það sem allir þurfa að gera til að verða ný sköpun í Kristi. Við höfum öll einhverja skapgerðar bresti sem við þurfum að vinna á og sigra. Alkohólisti sem er í bata, hann gerir sig grein fyrir að hann þarf að vinna í sínum málum. Að vísu hefur maður heyrt dæmi þess að Guð taki algjörlega löngunina frá mönnum þegar þeir játast honum, en það er undantekningin. Flestir þurfa að vinna með sjálfan sig, rækta sjálfan sig, sigrast á vandamálum sínum með hjálp Heilags Anda. Nú fyrsta sporið hljómar svona, við viðurkenndum vanmátt okkar vegna aðskilnaðar frá Guði og okkur var orðið megn að stjórna í eigin lífi. Og síðan vísa þeir í ritningaversið 7, eða Rómverjabréfið 7:18. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Og þetta þurfum við öll að gera okkur grein fyrir, ekki bara alkohólistar. Og þess vegna fer fólk oft ekki að leita Guðs fyrir það er komið algjörlega í strand. Alveg eins og alkinn varðandi drykkjuna. Og við erum í raun öll að fást við sama vandamálið. Við þurfum að viðurkenna að við getum þetta ekki án Guðs. Og það þýðir ekki að við þurfum ekki að gera neitt, ekki frekar en alkinn. Og það er fjöldin allir af ritningatextum sem ég geti vitnað í varðandi þetta atriði. En ég hugsa til dæmis þegar að Páll segir, hið góða sem ég vil gjöra, gjör ég ekki, hið vonda sem ég vil, það gjör ég. Við þurfum öll að fást við þetta. Og við þurfum að byrja því að viðurkenna að við getum þetta ekki einn. Heilagur Andi getur það, ef við erum tilbúin til að vinna með honum. Og annars sporið það segir, við fórum að trúa að máttur okkar æðri gæti gert okkur heila nýju. Og vitnað er í Filippibréfið 2:13, því að það er Guð sem verkar í yfir bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Guð gefur okkur jafnvel viljan til að verða betri manneskja. Við þurfum að trúa og stíga fram í trú, alveg eins og þegar Ísraelsmenn fóru Rauðahafið. Hafið klofnaði ekki fyrir en Mósi setti stafinn úti. Hann þurfti að fara af stað í trú. Og þriðja sporið, við tókum það ákvörðun að láta vilja okkar og líf lúta handleiðslu Guðs samkvæmt skilningi okkar á honum. Og vitnað er í Rómverjabréfið 12:1. Því brýni ég þið bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yðar að lifandi heilari Guði þóknanlegri fórn, það er sönn og rétt Guðsdýrkunar yðar hendi. Við þurfum sjálfa að stíga þetta skref, við þurfum að velja. Guð þvinga sér ekki upp á neitt. En þegar við sínum viljan í verki, þá er allur herskari himinsins reiðubúin að veita okkur hjálparhönd. Og Kristur er okkur fyrirmynd, hann fór í öllu eftir vilja föðursins á himnum. Það er vilji okkar sem er spilltur. Vilji okkar mótast af sjálfselsku, eigingirni, stolti og hroka, en ríki Guðs stjórnast af kærleika, sjálfsafneitun og að elska náungan eins og sjálfan sig. Það er allt önnur hugsun, eitthvað sem þessi heimur þekkir ekki. En ríki Guðs
byggist á þessu. 4. sporið, við gerðum okkur óttalaust nákvæman siðferðislegan lista við skaðgerða enginn okkar. Og þá vitnaðir harmljóðum 3:40, rannsökum breytni vora og prófum og snúum oss til drottins. Og ég hugsa líka til þess sem Páll segir, reynið yður sjálfa hvort þið eru í trúnni, prófið yður sjálfa. Og Davíð sagði líka í sálminum, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Við þurfum að skoða okkur sjálf og komast að því hvað þarf að breyta. Og kannski það gagnlegt að skrifa það niður eins og lagt til í þessu spori og setja sér markmið. Og 5. sporið, við viðurkenndum afdráttarlaust fyrir Guði sjálfum okkur og öðrum einstaklingi yfirsjónir okkar. Og í Jakobsbréfinu 5:16 segir, játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verið heilbrigðir og kröftug bæn réttlátt manns megnar mikið. Það gerist ekkert ef við lifum í afneitun varðandi það sem við þurfum að laga í fari okkar. Nú það versta að þegar við blekkjum okkur sjálf og teljum okkur trúum að við séum æðisleg, að þegar við í raun erum ömurleg. Og við þurfum ekki að vera feimin við Guð. Hann veit nú þegar allt. Og tölum við hann eins og vin og segjum honum frá því sem okkur mislíkar í okkar eigin fari. Og hann fús að hjálpa okkur. 7. sporið, við vorum þess albúin að láta Guð fjarlægja alla okkar skapgerða bresti. Og það segir þetta í Jakobsbréfinu 4:10, auðmikið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Mér líka að hugsa til þess sem segir síðar í Krónikubók 7:14, þar sem segir, og líður minn sá viðmiði kenndur, auðmikið sig, og þeir biðja og leita auglýtt minns og snúa sér frá sínum vonduvegum, þá vil ég heyra frá himnum, fyrirgefa þeim syndir þeirra og græða bland þeirra. Guð, hann megnugur að fjarlægja alla okkar skapgerðarbresti, en við þurfum að auðmýkja okkur fyrir honum og starfa með honum og viðurkenna og horfast í augu við brestina í lífi okkar og leita til hans. 7. sporið, við báðum Guð í auðmýkt að fjarlægja brestina. Og svo vísað í 1. Jónasarbréf 1:9, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þannig að við þurfum að biðja hjálp því Guð þvingar sér ekki upp á neitt. Nú ég ætla ekki að fara lengra í þessari sporafinu, en það sem ég að vona að þið sjáuð að það nauðsynlegt fyrir okkur öll að vinna í okkur sjálfum með þessum hætti. Það ekki bara alkinn sem þarf að vinna í sjálfum sér. Við verðum ekki ný sköpun í Kristi nema við séum tilbúin til að skoða okkur sjálf, játa bresti okkar, biðja hjálp og vænta árangurs fyrir hjálp heilags anda. En ef við erum fústis að gera þetta, það þá sem við erum færð í skikkju réttlætis. Og kirkjan, hún á að vera eins og sjúkrahús. Við komum hingað sjúk, en við þurfum ekki að vera áfram sjúk. Þegar við förum á sjúkrahús, þá væntum við þess að hljóta bata, í flestum tilfellum allavega. Og eins ætti það að vera með hús Guðs. Við ættum að koma hingað og vænta þess að verða betri persóna, sjá árangur og keppa að því að verða ný sköpun í Kristi. Nú Páll segir í Galatabréfinu 5:22-25, en ávöxtur andans sem kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Nú hér góður listi sem við getum skoðað. Ef þú skoðar sjálfan þig, hefur þú allt þetta til að bera? Berð þú kærleika til náungans? Hefur þú gleði og frið í hjarta? Ertu langlindur og góðvilja yfir þá sem hafa ekki þetta til að bera? Og svo segir hann, gegn slíku lögmálið ekki. Hvers vegna það? Það vegna þess að þú hefur þetta til að bera. Þá ferðu sjálfkrafa eftir því sem að lögmálið krefst að þér. En svo segir hann, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Og við þurfum að færa þessa fórn en við fáum svo miklu meira í staðinn.
Og svo segir hann fyrst, andin er líf vort, þá skulum við lifa í andanum. En við megum samt ekki láta okkur detta þegar í hug eitt augnablik að við getum með verkum okkar áunnið okkur neitt. Páll gerir það ljóst í Efesusbréfinu 2:8-10 þar sem hann segir, því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki yður að þakka, það er Guðsgjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Hjálpræði okkar er ekki byggt á verkum. Það þýðir að við þurfum ekki að leggja stund á góð verk, fjarri fyrir því. Því að hann heldur áfram og segir, við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka, sem hann hefur áður fyrir búið, til þess að við skildum leggja stund á þau. Við eigum því að leggja stund á góð verk, en ekki til að verða hólpin, heldur vegna þess að við erum hólpin. Og enginn myndi láta sér detta það í hug að segja við alkohólistan, haltu bara áfram að drekka því þú ert undir náð. Og það sama á við alla aðra mannlega bresti. Og Páll sagði líka, til frelsis frelsaði Kristur oss. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja yður ánauðarók. Frelsið felst í því að vinna bug á brestum okkar. Að þegar við eignumst sigur yfir brestum okkar, þá eignumst við kærleika, gleði og frið. Og þannig sýnum við að við höfum raunverulega trú. Að þeir sem ekki vinna bug á brestum sínum eins og þeir sem hafa á sér yfirskyn guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Ef við höfum trú, þá trúum við á mátt Guðs til að gera okkur að nýrri sköpun í Kristi, ekki bara við endurkomu hans, heldur strax í dag, á meðan við lifum í þessari tjaldbúð. Þannig að mætti það verða raunveruleikinn í lífi okkar allra. Amen.